Serverði Hrafnaþing, heimastjórnin, föstudagur 23. nóvember, Sigríður Andersen og Bergþór Ólason, gestaráðherrar með mér og Guðlaug Þór á þessum deginum fyrir prófkjörið í Norðvesturkjördæmi og Reykjavík hjá Sjálfstæðisflokknum. Það er mörg að hyggja fyrir að vera að skoða hlutina. Hér liggja menn hefðbundið á, eða ættu að liggja hefðbundið á meltunni eftir að, ég held að við rétt 40 milljón kalkúnar sem að runnu niður í þakkargjörðar Malakúta Bandaríkjamanna í gær, sem að síðan fóru snemma að sofa til að geta í sumum tilvikum brotist út á miðnætti til að fara að versla, svarta föstudag eins og hann er kallaður, þar sem að risinn Walmart, stærsti smásali í heimi sennilega, og er þar Kína ekki undanskilið. Ég held að starfsmennirnir í verslunum Walmart hér vestra séu 1,9 milljón og voru ekki sáttir við það þegar Walmart ákvað að opna á miðnætti, og við hjónin fórum í þakkargjörðarmáltíð hjá vinafólki okkar upp í Hollywood, sem er rétt hjá Fort Lauderdale, fyrir ykkur sem að þekkir til hérna á Suður Flórída, og þegar við vorum að keyra tilbaka vorum komið hérna niður undir Flórída borgina, Florida City, þar sem er risastór Walmart verslun, að hún hefur sjálft verið eitthvað 10:30, já, 10:30 held ég nú að verið. Það voru öll bílastæðin í kringum þessa risaverslun troðfull. Þannig að Ameríkumenn hlupu til með þakkargjörðarmáltíðina að gera díla. Og dílar sem aldrei fyrir eru gerðir hér á þessum svarta föstudegi. Hér er til dæmis í dag, ef einhvern hefði vantað 50 tommu hástjerpu sjónvarpstæki, að þá fæst það hér fyrir 50.000 kall. 42 tommu tæki var boðið á 25.000 kall, sá ég í verslunum Best Buy og öllum. Þarna eru raunar amerískir kaupmenn að hreinsa hillur sínar og lagera af vörum til þess að geta komið jólavarningum að, og í dag, daginn eftir Thanksgiving, þá byrjar jólatónlistin í útvarpinu og jólatrjáasalar koma sér fyrir á götuhornum og nálægt stórmörkuðum, og svona þetta jafnist á þegar farið er að líða Þorláksmessu heima á eyjunni blái. Umræða hér fyrir utan þetta að fólk er að ryðja hvort öðru koll við að hlaupa inn í búðirnar til að versla, að þá hafa Bandaríkjamenn og bandarískir fjölmiðlar miklar áhyggjur af ástandinu, eða gera mikið úr ástandinu milli Ísraelsmanna og Palestínumanna. Þó að alltaf þetta er sama sagan sem kemur upp á svona 2, 3, 4 ára fresti, að þá eru öfgamennirnir eða harðlínumenn Hamas á Gaza búnir að smygla gegnum jarðgöng og annað lélegu og takmörkuðu efni í eldflaugar, og kannski búnir að búa til nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund af svona hálfgerðum rakettum sem að sjaldnast ná inn yfir Ísraelskt yfirráðasvæði og byrja að skjóta þeim og hefja þar með þessi átök, og Ísraelsmenn eins og venjulega bregðast við af harðvíki. Ég held að Netanyahu hafi kallað út einhverja 70.000 hermenn í varaliði til þess að
hóta árás af landi eða innrás inn á Gazasvæði til að uppræta þessa hryðjuverkamenn sem að skjóta þessum rakettum yfir á Ísrael. Þetta fólk búið að vera að drepa hvert annað í, hvað ég að segja, 5.000 ár, 10.000 ár, 2.000 ár, skiptir ekki máli. Sítar og sunnitar hafa verið að drepa hver aðra síðan árið 650 og halda því áfram og munu halda því áfram næstu 2.000 ár, alveg sama hvað NATO eða Bandaríkin eða Vesturlandaþjóðir gera. Það er svona, ég sem gamall stjórnmálafræðingur, þegar ég horfi á örgeðja utanríkisráðherra Íslands skipa sér í sveit með Palestínumönnum til að fordæma aðgerðir Ísraela. Nú er ég ekki að bera í bæti flokka fyrir Ísraelsmenn. Þetta eru harðir hundar, harðir menn í horna taka, en ef við segja það að sé ekkert ósanngjarnt að segja fortíðin hræði þegar kemur að því að horfa á þessa útvöldu þjóð sem að hýrist á örlitlum bletti umkringt herskáum óvina þjóðum að þeir bregðist skjótt við. Það sem ég ætla að segja, örgeðja, hvatvís, stúpid liggur við. Einfaldur, ég veit ekki hvað að kalla, ég veit ekki hvort að Össur er að reyna að gera Jón Baldvin að fá götu nefnda í höfuð sér á Gazasvæði. Ég veit ekki hvað Össurarstræti myndi heita á máli Palestínumanna. En enginn er sáttur við það, hvorki ég né aðrir, að menn í Mið-Austurlöndum, hvort sem það eru Palestínumenn eða Hamasar eða hvað sem er, Abbas ríkisstjórnin og Hamas ríkisstjórnin Palestínumanna er að rífast innbyrðis. Það er enginn sáttur við þessi átök, en þessi átök þau blossa alltaf upp þegar Hamasmenn hafa komið sér upp nægilega stóru raketusafni og byrja að skjóta á Ísrael. Og Ísraelar, þeir láta þessa kújóna ekki eiga neitt inn í hjá sér. En mér finnst alveg ótrúlega ömurlegt að horfa á utanríkisráðherra. Svo las ég einhvers staðar að ömmi frændi hefði staðið upp á kassa og aflað sér fylgist og aðdáunar fyrir það að hafa fordæmt aðgerðir Ísraelsmanna. Það veit það ekki. Allavega þá eru Sigríður Andersen, Bergþór Ólason, eigandi og fjármálastjóri og markaðsstjóri Loftork í Borgarnesi, sem er með milli 50 og 60 starfsmenn núna eftir að þeir feðgar keyptu fyrirtækið af þrotabú Endurhöfstu, og Guðlaugur Þór Þórðarsson, alþingismaður og heimastjórnarmaður. Farðu ekki langt. Framleiðum og eigum á lager hitaveitu inntakskassa fyrir sumarbústaði og hesthús. Blikkvík.is, sími 557 1555. Lækkum útgjöld heimilana verulega, opnum á innflutning landbúnaðarvara, tökum upp evru, stöndum við ESB umsóknina. Guðjón Sigurbjartsson í 3. sæti. Gæða ungnautakjöt, steikur, hakk og gúlas 1800 krónur kílóið. Mýranaut.is, sími 868 7204. Komum til móts við skuldsett heimili og smærri fyrirtæki, skuldaleiðréttum, endurskoðum verðtrygginguna, hættum aðildarviðræðum við ESB og gætum hagsmuna okkar gegn erlendum vogunarsjóðum. Þessar aðgerðir miða að því að byggja aftur upp eigið fé millistéttarinnar á komandi árum, því án öflugrar millistéttar verður ekki rekið velmegunarsamfélag til lengri tíma. Birgi Örn Steingrímsson í 7. sæti. Í tilefni 20 ára afmælis okkar bjóðum við þér frábæra afslætti á bílaviðgerðum. Kannaðu málið á kvik.is. Kæri sjálfstæðismaður, notaðu atkvæðið þitt. Þú getur haft áhrif. Það er verk að vinna. Brynjar Níelsson í 3. sæti. Dolmio,
100% náttúruleg pastasósa. 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær þinn Dolmio-dagur? Philips bílaperur lifa lengur. Stilling. Hægri grænir ætla að halda í sjálfsákvarðanarétt okkar og endurmeta aðildina að EES og Schengen. Hægri grænir flokkur beinslýðræðis xg.is. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Finndu staðsetningu sem henta þér á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Fyrstir í mark á Bridgestone. Betra grip, Lámúla 9. Betragrip.is. Enn fáum við hjá BOT réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ á. BOT þú vilt vera viss. 101 Reykjavík fasteignasala. Persónuleg fasteignasala í hjarta Reykjavíkur sem selur fasteignir land allt. Áhersla lögð á vöndu vinnubrögð, persónulega þjónustu og traust. Mikil sala vantar allar stærðir eigna á söluskrá. Áratuga reynsla. 101 Reykjavík fasteignasala. Áður en þær hófu störf hjá Íslandsbanka stunduðu systurnar Dröfn og Bergþóra nám bæði hér heima og í Bandaríkjunum. Það þekkja þess vegna margar hliðar á lífi námsmannsins. En góða veðrið í Suður Karólínu breytir því ekki að LÍN ekkert grín. Á hverjum degi leiðbeina þeir námsmönnum varðandi fjármálaþjónustu. Þú finnur sérfræðing í námsmannaþjónustu í næsta útibúi. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Antíksalan, úrvals antíkhúsgögn, postulíns, matar og kaffistell, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. Bættu smá Washington í lífið þitt. Icelandair. Holta gæðaframleiðsla myndar grunn að ótrúlega fjölbreyttum sælgeraréttum sem kitla, bragðlauka, forhertustu matvendunga. Hefurðu pröfað kjúklingaborgara, barbecue-kjúkling, karríkjúkling, hvað með appelsínugljáðan, hátíðarkjúkling, kjúklingaskinku, bratwurst, kjúklingapylsur með fransku sinnepi og tyttiberasultu. Holta ekki bara holt og fest, heldur gómsætt og freistandi. Holta.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Saraftur prófkjör á morgun hjá Sjálfstæðisflokknum í Norðvesturkjördæmi og í Reykjavík. Gestaráðherrar heimastjórnarinnar í dag, Sigríður Andersen, Bergþór Ólason og Guðlaugur Þór Þórðarson. Velkomin öll þrjú. Kannski fyrsta spurning, áður en við förum að tala ykkar eigin framboð, göngum út frá því eða gefum okkur það að það verði mynduð ný ríkisstjórn í apríl að loknum kosningum og að Sjálfstæðisflokkurinn eigi aðild að þeirri ríkisstjórn. Hver eru að ykkar mati forgangsverkefni og hvaða grundvöllur fyrir því að hrinda í slíku verkefnum í framkvæmd? Sigríður, byrjum á þér. Já, Yngvi, ég held að það hljóta að vera augljóst og létt að svara þessu að það hlýtur að vera verkefni næstu ríkisstjórnar að bæta hag heimilina og hjálpa heimilunum að koma sér út úr þessu skuldavanda sem heimilin í. Og ég tel líka einsýnt að lausnin, ein svona eðlilegasta lausnin í því að auka ráðstöfunartekjur heimilina. Og reyndar fyrirtækja líka. Ég tek fyrirtækja auðvitað líka í þessu. Vegna þess að fyrirtæki hefur vegið gríðarlega fyrirtækjum jafnt og heimilum á þessu kjörtímabili. Og hvernig aukum við ráðstöfunartekjur heimilina? Við þurfum auðvitað að vinda ofan af þessum skattahækkunum sem hafa riðið hér dunið á mönnum trekk í trekk hér á þessu kjörtímabili. Og við þurfum líka að vinda ofan af og einfalda aftur skattkerfið sem hefur verið flækt núna. Ríkisstjórnin hefur tekist að flækja og gera ógagnsætt og örugglega óskilvirkt
og þannig að þetta held ég að sé forgangsmál næstu ríkisstjórnar. Fyrir síðan auðvitað, síðan stóru málin, peningastjórnuna, peningamálin, það þarf auðvitað að afnema, aflétta þessum höftum og fjármagnsflutningum á milli landa sem eru ósanngjörn og að því menn eru ýmsir eru með undanþágur og aðrir ekki. Við þurfum að afnema gjaldeyrishöftin sem sagt. Þannig þetta svona helstu málin sem að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að beita sér fyrir strax og leið hann komin í ríkisstjórn. Bergur. Já, ég held ég geti nú tekið undir allt sem að Sigríður sagði hérna, en ég held að forsenda þess að við komumst af stað og svona getum ítt úr vör þeim verkefnum sem við viljum vinna að atvinnulífið komist af stað. Það algjör frumforsenda. Atvinnulífið hefur verið í þannig heljargreipum undanfarið, svo þá sérstaklega að horfa menn til orkunýtingar, stóriðju, sjávarútvegsins og fleiri greina, og svo ferðaþjónustan bættist inn í núna með þessum virðisauka vangaveltum núverandi stjórnvalda. Þessum hlutum held ég við komum öllum mjög hratt í farveg eftir að Sjálfstæðisflokkurinn verður komin hér að næsta vor. Ég held að sé hálf rétt sem Sigríður segir að það algjör nauðsyn að heimilin komist út úr þeim hjólförum sem þau eru í núna, og það gerist bara með því að auka ráðstöfunartekjurnar aukist. Og það gerist fyrst og fremst annars vegar með því að það verði undið ofan að þessum skattahækkunum og skattareglna breytingum sem að framkvæmdir hafa verið á kjörtímabilinu, og svo þurfum við að gera það með hagvexti. Við þurfum hagvöxt, við þurfum að framleiða og skapa verðmæti, og þannig náum við okkur út úr þessu. Og ég held að það sé fyrsta mál á dagskrá, það að styðja við það að atvinnulífið geti rétt úr kútnum og komist á almennilegan snúning. Já, þú hefur unnið mikið í lánamálum og hagsmunum heimilanna og barið endalaust á stjórnvöldum umbætur í þeim efnum og fengið misjöfn, eins og til dæmis í þinginu í gær þegar þú spurðir dróma, og forsætisráðherra viðurkenndi einfaldlega að þetta var ein samfelld sorgarsaga. En eftir stendur það einhverjir þúsundur heimila og þar með jafnvel einhverjir 10.000 Íslendinga sem að hafa beinan vanda sem flokkastur hagsmuna heimilina, og ég meina þú hefur þá umfram sessunauta þína að þú ert búin að sitja á Alþingi bráðum 12 ár, frá því þú komst þar fyrst inn, það er ennþá lengra. Hvert sækjum við það fé eða þær aðgerðir sem að verða að raunverulega til hjálpa? Ég held að þetta sé svona. Við þurfum að leggja áherslu á númer 1 atvinnumálin, númer 2 skuldamálin og númer 3 að forgangsraða ríkisrekstrinum. Og þetta svo sem alltaf bara sikkur hliðina á sama peningnum. Við verðum að auka hér verðmætin. Það er búið að fara sem samsvarar einu Grafarholti, bara Grafarholtshverfi, flutt útlanda. Og það eru 5 einstaklingar á dag frá því að þessi ríkisstjórn tók við. Og þetta fólk að vinna sér inn góð laun annars staðar, og skattpeningarnir sem þetta fólk að búa til, og það fer bara í aðra ríkiskassa. Það stærsta einstaka málið. Stærsta einstaki sparnaðarliðurinn í ríkisrekstrinum, stærsta einstaka hagsmunamálið fyrir heimilin eru aukin verðmætasköpun. Það er stærsta einstaka málið, og menn segja einhverjar töfra lausnir í því. Það eru kannski stóra einstaka málið að hætta að stoppa atvinnusköpun. Því að það hefur verið stoppað hér allt, og menn nefna eðli málsins samkvæmt á orkusviðinu, umhverfisvæna orkuvinnslu. Það er bara brot af því. Það er búið að stoppa það að hér sé heilbrigðisþjónusta, nýsköpun í henni og ýmislegt fleira. Ef að kemur upp einhver vaxtabrotur þá er hann keyrður niður. Ferðaþjónustan er gott dæmi það. Og það er engin vafi, og það sýnt sér alls staðar að eins og hér hefur komið fram og Sigríður minntist á, að einfaldi ekki til dæmis í skattkerfinu. Það er nú ekki bara til þess að minnka kostnað heimilina við það að þurfa að kaupa sér aðstoð og annað slíkt og lítilla fyrirtækja. Það bara skapar verðmæti þegar að leikreglunar eru einfaldar. Þannig að ef að vera eitt svar við þessu, hvernig á að skapa peninga í ríkissjóð, þá er að koma hjólum atvinnulífsins á stað. Nú, Sigríður, nú er rosalega flott og vinsælt að frambjóðendur að segja, við bara lækkum skatta og við bara gerum þetta og gerum hitt og annað, en við stöndum frammi fyrir því að ég held að þessi rétt eftir mér hægt að forsætisráðherra sagði í gær að skuldir þjóðarbúsins núna, hún held ég hefði sagt að það væri vel viðráðanlegar, næmi 97% af landsframleiðslu. Ef við ætlum að skera niður skatta,
og þar með tekjur streymi inn í ríkissjóð, hvaðan eiga þá peningar að koma raunverulega til þess að koma í staðinn fyrir þessar skattalækkanir. Það er auðvitað rangt í forsætisráðherra að svona miklir skattar, opinberar skuldir, fyrir ekki opinberar skuldir, ekki skattar, opinberar skuldir séu vel viðráðanlegt. Það er auðvitað rangt. En ég legg á það áherslu að verðmæta sköpun, hún þarf svigrúm. Það er það sem við meinum, eigum við þegar við erum að meina að koma hjólum hagkerfisins og atvinnulífsins í gang, að það er verðmæta sköpunin sem skiptir máli og hún þarf svigrúm. Og þegar það er orðið þannig í dag að samspil til dæmis bótakerfis hjá fjölskyldunum heimilunum, bótakerfisins og skattkerfisins með þessar þrepaskiptingu skattsins í tekjuskatti pluss síðan auknu tryggingagjaldi, hækkun á tryggingagjaldi og öðrum sköttum, þá hef ég bent á það að þegar fjölskyldunar auka vinnu sína 10.000 kall, bæta við tekjur sína, segi ég, 10.000 krónur í útseldri vinnu, að þá er staðreyndin svo að í mörgum tilfellum þá eru fólk að fá 2.500 krónur kannski í vasan, 3.900 í sumum tilfellum. Og þetta gefur augaleið að verðmæta sköpunin, hún kemst ekki í gang. Og það er það sem við þurfum að keyra í gang. Þannig ég hef engar áhyggjur af því að ef við til dæmis fellum niður tvö efstu skattþrepin, þannig að tekjuskatturinn verði aftur 37%, sem að nota bene er samt 2% hærra en þegar við tókum upp staðgreiðslukerfið. Ef við fellum efstu tvö skattþrepin, þá hef ég enga trú á öðru en að verðmæta sköpunin verði hér meiri heldur hún er í dag. Það er það fyrsta. Og þar með auðvitað fær ríkið tekjur til þess að sinna nauðsynlegri þjónustu. Að öðru leyti þá þarf auðvitað ríkið, það liggur auðvitað alveg ljóst fyrir að hér þurfum við að setjast yfir það að forgangsraða og svara því með heiðarlegum hætti hvaða verkefni það eru sem við viljum að ríkið sinni og hvaða verkefni það eru sem við treystum einkaaðilum til að gera. Þetta er spurningin stóra og endalausa. Þetta þarf bara alltaf að gera. Þessu svörum við aldrei eitt skipti fyrir öll. Við svörum því ekki í eitt skipti fyrir öll þegar við vorum við völd. Þetta er alltaf til endurskoðunar. Og við höfum að halda því áfram og þurfum að gera það. Og það er án efa hægt að draga úr ríkisútgjöldum á ýmsum sviðum. Og ég hef enga trú á öðru og ég treysti mér alveg til þess að gera það þegar Sjálfstæðisflokkurinn kemst í ríkisstjórn. Bergþór, þið feðgar, þú og pabbi þinn Óli Jón Gunnarsson, þið eru nýbúnir að festa kaup á Loftorku í Borgarnesi, sem er eitt af þessu fyrirtækjum sem að féll náttúrulega vegna þess að við hrunið, þá hætti alla framkvæmdur. Öll tæki voru meira og meira flutt úr landi og menn settust með hendur sér í kaup. Er þú, eða eru þið núna tarnir að skynja einhverja þýðu? Maður er fann að sjá í Reykjavík allavega að þá upp í Norðlingaholti og jafnvel víðar að þá sjást byggingakranar sem hurfu náttúrulega eftir hrunið. Eru þið raunverulega að finna einhverja þýðu í verkefnum? Það má segja að við höfum fundið fyrir því að kjarkur manna væri svona aðeins að aukast. En þá eru þetta þau skilaboð send út til snarasta með til að mynda vaxtahækkuninni núna í vikunni að hér sé mikil þensla framundan sem þurfa að slá á hið snarasta. Ég get alveg sagt hreinskilnilega að við erum ekki farnir að finna fyrir henni. Og síðan eru þetta hlutir sem að eins og til dæmis þessar virðisauka vangaveltur gagnvart ferðaþjónustunni. Það eru nú ekki líklega til þess að ýta undir fjárfesting í þeim geiranum. Sjávarútvegurinn er búin að vera í heljarklóm þessarar ríkisstjórnar og óvissunnar sem hún hefur skapað honum árum saman og þeir fjárfestins lítið og hægt sem í þeim rekstri standa. Þannig að við finnum fyrir því að svona menn sjá svona kjarkur mann er aðeins aukast en ég hef nú oft á tilfinninguna að það sé að hluta til af þeirri trú einni og sér að hér verði skipt ríkisstjórn næsta vor og það í kjölfari fái menn að starfa í stöðu umhverfi þar sem verði hóflegir skattar og það verði ekki gripið hvert tækifæri til að bregða fótum fyrir atvinnulífið. Og eins og ég segi, þessi vaxtahækkun í vikunni, við skiljum hann ekki og ég held að allir opin af þeim sem starfa innan samtaka iðnaðarins til að mynda í þessum tengdu geirum, þeir skilja ekki þennan rökstuðning. Guðröður, í gær að þá Sigmund Davíð Gunnlaugsson hann kom inn á og spurði, ég held að sé rétt hjá mér að hann hafi spurt
forsætisráðherra hvort að ríkisstjórnin styddi stóriðju framkvæmdir hugsanlegar á Bakka við Húsavík. Og það sem ég las út úr fjölmiðlunum í morgun og í nótt, alltaf 5 tíma munur, ég fæði mokkan klukkan 11 á kvöldin, ég lesa hann áður, ég sofna, skynjum við var svo að forsætisráðherra hefði bara einfaldlega ekki svarað. Nei, Bjarni Benediktsson spurði hana líka út í þetta og það er aldrei neins svör. Það er alltaf verið að skoða þessa hluti og svona sjá hvað er í gangi og menn eru jákvæði fyrir góðum hlutum og þetta er svona allt svona frasakent en það er engin stjórn á landinu. Og eins og þú nefndir áðan drómamálið sem er ágætis dæmi að forsætisráðherra kemur alltaf svona eins og ferðamaður bara inn í þingið. Það er bara þannig, þú veist, og svo bara maður spyr hann einhverju, á hverju gerðir þú þetta, þá segir hún þetta sé bara, í þessu tilfelli spara hún ekki stóra orðin, hvað þetta var skelfilegt þar að segja þegar í drómamálinu, þetta var algjör sorgarsaga og bara skelfilega farið með viðskiptavina dróma og svo framvegis, en ég var reyna að fá að vita á hverju gerði hún þetta og það komi engin rök fyrir því, þegar að Bjarni og Sigmundur Davíð hver annar spyr býtu, hér eru tækifæri, ætlið þið að gera það sem þarf til þess að koma því áleiðis. Og þá bara talaði ég nokkra hringi það og það er engin pólitísk forysta í landinu. Það er engin pólitísk forysta þegar kemur að atvinnumálunum, þegar kemur að skuldamálunum, þegar kemur að skattamálunum, þegar kemur að því hvernig að forgangsraða ríkisrekstri og við erum að horfa á það að það er að drabbast hér niður þjónustan. Það er sérstaklega á sjúklinga, sama í menntakerfinu vegna þess að það er engin forysta. Við erum ekki, við sjáum það hvergi að menn séu búin að ákveða það hvaða leið eigi að fara, hvernig og menn ætla að ná þeim markmiðum sem við öll viljum ná og þetta er svona, slæmt ástand eins og getur orðið og ég er sammála Bergþóri, ég held að bjartsýni sem maður finnur svona skynja aðeins er vegna þess að menn vita að það er stutt í kosningar og þetta fólk er að fara. Guðrúður, það er eiginlega hæg heimantök. Segjum það að þú eftir kosningarnar kemst í þá stöðu að bara að starfa aftur í því ráðunni sem að þú varst búin að vinna í hálftannað áður en þessi tæra vinstri bröstir valda með ofbeldi og þú ert búin að horfa upp á hvað 3 eða 4 heilbrigðisráðherrar eru búin að gera síðan. Við lesum fréttir að hjúkrunarfræðingar eru bara að gefast upp, það er bara að segja upp, það er ekki reyn bara kjarabarða, það eru bara að fara og svo finnstu það ríkan mann. Hvar þarf að þínum að hvaða áherslum þarf að breyta í rekstri heilbrigðismála eða velferðarkerfisins á Íslandi? Hvað myndur vera, þetta þín fyrstu verk ef þeir eru talið þetta ráðuneyta? Þetta er ekkert flókið. Það er búið núna, ég ætla ekki að eyða löngum tíma hvað er búið að gera, ekki gera, en það er búið að fresta vandanum sem stóðu fram fyrir haustið 2008 núna 4 ár. Og verkefni er bara þetta, við viljum halda uppi hér þjónustustigi og við höfum minni peninga. Og við þurfum að finna það út eins og við vorum að gera á þeim tíma hvar er hagkvæmast að gera og vera með hverja þjónustu og hvaða þjónustustig hentar best fólkinu. Stundum er hægt að gera hluti sem kosta minna en það sem er gert í dag og það er meiri þjónustu. Heimaþjónustu og heimahjúkrun er til dæmis gott dæmi það, skammtímavistun og svo framvegis. En við vorum að fara leiðir þar sem við vorum að nýta meðal annars kosti einkarekstur þegar svo bar undir. Eins og til dæmis í augnsteinaaðgerðunum, það voru lengstu biðlistarnir voru í augnsteinaaðgerðunum þegar við komum inn. Það var svo samanburður eða svona hálfgildis útboð á því og við sömdum í kjölfarið við nokkra aðila og náðum hér hagstæðustu samningum á augnsteinum sem var þá og þó svo gengi verið svo það var á Norðurlöndunum. Það þýddi ekki bara það að við unnum niður þann biðlista eins og marga aðra, heldur gerða líka verkum og núna erum við með hér einkafyrirtæki sem er að taka á móti sjúklingum annars staðar frá og við erum þar alveg að halda uppi starfsemi, ekki bara starfsemi heldur vinnu fyrir fólk sem er á ágætis launum. Og það er bara þessi einfalda stefna, það er það að við vitum hvað við viljum hafa heilbrigðisþjónustu á heimsmælikvarða og þá þurfum við að finna hvernig við getum gert það með sem hagkvæmustum hætti og hætta þessum öfgastefnum að það megi ekki hleypa hér erlendum sjúklingum inn, einkaaðilar megi ekki vera í kerfinu og svo framvegis. Það þarf síðan að taka ýmsar ákvarðanir út frá
faglegum forsendum, vinna faglega og vel. Ég get nefnt forvarnamálin, við vorum komið mjög góða stefnumótun sem ekki fari í framkvæmd. Guðjón Magnússon, blessuð sé minning hans, var búinn að gera mjög góða stefnumótun varðandi heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu sem stórt mál sem þar þurfum við að sinna afköstum betur. Það að mörgu að taka, einfalda málið þetta, við þurfum að gera meira fyrir minni peninga og við erum ekkert að finna upp hjóli í því. Það verður gert á mörgum öðrum stöðum og þú þarft pólitíska forystu og pólitískt þrek og þor til þess að ganga í það. Sigurður, þú starfar hjá einu fremsta lögfræðifyrirtæki landsins, lögmannsstofanu Lex, og þó þú sért í fríi núna meðan þú situr sem varamaður inn á Alþingi. Á lögmannsstöðum eins og annar staðar þá setjast menn og yfir kaffisoppin á kaffistofu og spjalla og þá oft það sem efst á baugi og helstu verkefni. Þegar þið hjá Lex settist á kaffistofuna og spjallið svona óformlega, snýst spjallið að mestu vandamál sem þið eruð að takast á við fyrir skjólstæðinga sem kemur að einstaklingum, eða þetta fyrirtæki, þetta fjármála heimurinn, hvort sem það Drómi eða Landsbank. Hugsaðu ykkur það, Ríkisbankin, þegar Íslandsbanki búin að lýsa því yfir að þeir að fara að endurreikna 16.000 lán og ætti ekki lengur að vera í þessari biðstöðu, bíða eftir einhverjum 3 dómum í viðbót, heldur bara eru þeir bara byrjaðir vinnuna. Hvað það sem að blasir við stórri lögmannsstofnhestar sem ber efst á baug? Já, ég finnst taka fram, ég sitt nú ekki lengur sem varaþingmaður, ég satt bara í 2 vikur fyrir hann Ólafur Nordal í hennar fjarveru fyrir 2 vikum síðan, en það rétt, já, ég starfa á Lex og hún þetta einn stærsta stofan á landinu og verkefni okkar eru auðvitað margvísleg og margir lögmenn sem sinna allskyns verkefnum, mikið fyrirtækjalögfræði og öðru slíku sem ég hef komið að. En ég hef reynda líka sjálf í mínu störfum þar komið töluvert til með að greiðsluvanda heimilanna. Ég hef verið skipaður umsjónarmaður fólks í greiðsluaðlögun og hef verið átt í miklu samskiptum við umboðsmann skuldara til dæmis og áður en að það apparat var tekið upp þá leituðu menn eftir greiðsluaðlögun með nauðasamningu fyrir dómi sem að ég aðstoðaði fólk við að fá. Þannig ég hef kynnst þessum málum, greiðsluvanda einstaklinga, nokkuð vel og held ég geti sagt að þau mál eru jafn mismunandi og þau eru mörg. Menn í alls konar greiðsluvanda og af ólíkum orsökum. Ég heyri að reynda líka síðan á kollegum mínum sem að vinna með erlendum kröfuhöfum til dæmis að menn, til dæmis þessi spurning, hvenær eru kosningar, gríðarlega, spurning sem menn heyra oft, lögmenn sko, sem starfa hérna á Íslandi. Og vegna þess að menn einmitt finnst bara þetta óöryggi hér í hinu pólitíska vettvangi að það snertir allan fyrirtækjarekstur alveg gríðarlega. Og þá ég hef ekki meina erlenda aðila sem bara kröfu, heldur líka þá sem að reyna að koma hingað inn í einhverjar fjárfestingar. Það er ekki reynda mikið það, það þó töluvert það erlendir aðilar koma hér inn með erlenda gjaldeyri í gegnum þessa fjárfestingarleið Seðlabankans og þurfa nú iðulega aðstoða lögmann að halda í því. Og þetta er eitt af þeim bóksum sem menn tikka í þegar þeir gera áreiðanleika könnun á verkefnum hérna á Íslandi. Það er bara pólitískt ástand. Það er kassi bara sem að menn komin bara standardkassi í áreiðanleika kannanir. Og þannig að menn spyrja hvenær kosið, hvað halda menn verður þá meiri stöðuleiki og þannig að þetta er stórt atriði, þetta er atriði sem við sáum aldrei hérna áður fyrr að menn voru að spyrja eða ekki minnst í minni tíði sem lögfræðingur eða lögmaður. Þannig að þetta svona verkefnin, þau eru auðvitað mismunandi og náttúrulega fyrirtækin fyrirtækin þau ekki bara í skuldavandasum sem að reyna kannski þessi sem ennþá eru í gangi og hafa náð að halda sér á floti, bara stöndug fyrirtæki sem að auðvitað lenda eins og all fyrirtæki á til í einhverjum vandræðum í rekstri að það er ekki bara skuldavald en heldur það líka endalausar breytingar á skattkerfinu. Bara það til dæmis að breyta, það er bara að breyta svo oft skattalöggjöfinni. Þetta hefur gríðarlegan kostnað í för við sér, sérstaklega sem kemur illa á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Ein breyting til dæmis á einhver sem varðar launaútreikning
kallar bara á einhverja yfirhalningu á forriti fyrirtækjana. Það kallar bara okkur tölvunafræðinga og þetta þarf alltaf að endurprógramma, þetta gríðarlegur kostnaður og getur riðið litlum fyrirtækjum bara fullu sem hafa ekkert svigrúm í eitthvað svona og þegar þetta gerist aftur og aftur, kannski á sama árinu, sama kjörtímabilinu, margar svona breytingar, hækkun á tryggingagjaldi, það hefur bara í sér eitthvað svona forritunarvinnu fyrir svona fyrirtæki í tölvukerfum og þetta er vandi sem að, fyrir utan það síðan að fyrirtæki bara ná ekki að fylgjast með, vera með á nótunum, stjórnendur þessara fyrirtækja, hvernig eru reglurnar það, þannig að þau leita í meira mæli og ríkara mæli til lögmanna með þessi mál. Og það er auðvitað áhyggjefni, þannig að þetta bara verðmætasköpuninni stendur fyrir þrifum. Bergþór, þið eru með hvað feðga, með einhvers staðar milli 40-60 manns í vinnu upp í Borgarnesi. Þetta er gríðarlega stór vinnustað og mikilvægur fyrir samfélag. Nú samkvæmt samningum, það blasir við að það þarf að hækka launum 3,25% 1. febrúar. Forseti ASÍ segir einfaldlega í dag að forsendur kjarasamninga séu brostnir og það verða að koma til meiri launahækkun. Atvinnulífið var að taka á sig enn eina skatthækkunina sem er þessi hækkun brjálæðislega eða geðveikislega hækkun Seðlabankans endalaust á stýrivöxtum. Hvernig í fjandanum eiga menn að meika það í svona umhverfi? Já, það er von þú spyrjir. Við erum eins og þú nefnir með hjá okkur milli 50 og 60 starfsmenn upp í Borgarnesi og það er eitt sem við vitum, við ráðum ekki fleiri starfsmenn og borgum laun fyrir tryggingagjaldi til að mynda sem við erum að greiða frá okkur núna. En staðan er mjög þröng og þá er ég að tala um sem sagt kerfið í heild sinni í þessum geira og ég held að menn verða að fara sér mjög hægt hvað varðar launamálin. Því að það er umtalsvert betri staða að halda hlutum gangandi og borga laun heldur en að keyra sig í kaf sem að því miður stundum virðist vera svona, leiðin sem menn er á þegar launahækkunarkrafan skýtur yfir markið. Því að það er bara þannig að við borgum ekkert laun til lengri tíma nema á grundvelli þeirra verðmæta sem verða til hjá okkur. Og það er bara svo einfalt í þessum einkarekstri. Við sækjum ekki nein fjáraukalög ef það vantar upp á hjá okkur. Hér varstu auglýsingar hér það er föstudagur 23. nóvember, menn hér vestra í Bandaríkjunum sitja nú með kýldavömb ekki sitja heldur berjast í búðum með kýldavömb eftir að ná dílum a la Amerika, farði ekki langt. Landmark fasteignasala, vandað vinnuferli, þekking, menntun, reynsla. Skilar 100% árangri. Landmark leiðir þig heim. Komum til móts við skuldsett heimili og smærri fyrirtæki, skuldaleiðréttum, endurskoðum verðtrygginguna, hættum aðildarviðræðum við ESB og gætum hagsmuna okkar gegn erlendum vogunarsjóðum. Þessar aðgerðir miða að því að byggja aftur upp eigið fé millistéttarinnar á komandi árum því án öflugrar millistéttar verður ekki rekið velmegunarsamfélag til lengri tíma. Birgi Örn Steingrímsson í 7. sæti. Örugg gæði inn í vegg. Geberit salernisgrindur. Lausn sem fagmenn velja. Áralöng reynsla. Tengi. Seth Godin er einn helsti markaðsgúrú heimsins í dag, metsöluhöfundur og sannkölluð rockstjarna í markaðsfræðunum. Imark.is. Kæri sjálfstæðismaður, notaðu atkvæðið þitt, þú getur haft áhrif. Það er verk að vinna. Brynjar Níelsson í 3. sæti. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það er hagkvæmara en þig grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Í Bónus frosið lambalæri 1198 krónur kílóið og vinsælasta jólagjöfin í Bónus, gjafakort Bónus, frábær jólagjöf, Bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Aftur Sigríður Andersen, Bergþór Ólason, gestaráðherra hjá mér og Guðlaugi Þór Þórðarsyni á Hrafnaþingi dagsins. Það er verið að vinna núna að það sem ég kalla 2 ofbeldisverkum niðri í Alþingi. Það er annars vegar að
að afgreiða rammaáætlun á skjön, algjörlega á skjön við það sem lagt var upp með þegar fremsta fagfólk Íslands í stóriðjumálum og náttúru auðlinda nýtingu var sett á stopp fyrir mörgum árum. Það á að keyra í gegn kommunistist eða vinstri grænt undir stjórn fólksflóttastjóra Íslands, Svandísar Svavarsdóttur, og síðan stjórnarskrármálið. Þar sem að maður les það að það sé flissað á þingbekkjum, þar sem að stjórnin hæðist að stjórnarandstöðu fyrir þeirra málflutningsgjörningu. Ég bara spyr í hvers slags fjárans sandkassaleik eru við þarna niður Austurvöll. Guðlaugur, þú kemur beint úr sandkassan. Já, þetta auðvitað ekki góður bragur og á vinnustaðnum og það auðvitað, þetta svo sem, þetta ekki öllu leyti sanngjarnt ef menn bara taka þetta út, svona þarna var þetta í vinnubröðin almennt, en hins vegar verður það bara að segjast, og þú nefndi það réttilega, við vorum sammála það og það þvert á alla flokka, það voru settir á stað hérna vinna þar sem allir aðeinslega kæmu að. Þar sem að menn fóru yfir alla þessa kosti, flokkuðu þá alveg sérstaklega, út frá einhverjum forsendum, af hverju, til þess að við getum tekið þá staði þar sem að mesta, sem eru arðbærastir, minnsta röskunin og geti þess að vera þetta að setja sem að mestu sátt þá staði sem við ætlum að nýta. Og hverju koma nú að eyðileggja þá vinnu? Jú, það fólki sem alltaf að tala faglegu vinnubröðin. Og þegar fara að gera þetta pólitískt og augljóslega og öllum orðið ljóst að það búið að reyna að stoppa allra handa framkvæmdir frá þegar þessi ríkisstjórn tók við. Og hverju tap á því? Nú það bara fólki í landinu og við sem eftir sitjum sem að við erum búið að missa því fólki sem annars væri hérna. Það sem menn áttar sig ekki á þessu sviði vegna þess að við höfum svo jafnt og þétt verið að nýta þessa orkuauðlindir með umhverfisvænum hætti. Og það gríðarleg þekking sem hér sem eftirsótt. Hún ekki bara í orkufyrirtækjunum, hún í verkfræðistofunum og í teknikgeirunum í háskólanum. Og ef að þetta fólk fær ekki tækifæri hér, þá fer það annað. Og maður fann það strax þegar maður fór á kosningafundi fyrir síðustu kosningar og ég skammaði nú þetta fólk vegna þess að það talar aldrei. Verkfræðingar eru mjög hæfir á sínum síðu en þeir eru ekki í fjölmiðlum, þeir eru ekki í blogginu, þeir eru ekki hringjandi inn á útvarpsstöðvarnar. Og þessi vinnustæðir þeir eru að byrja á því að taka unga fólki hætta ráðin sem var sagt upp yngsta fólkinu og svo minnka starfshlutfallið hjá því fólki sem eftir og þetta fólk sem með þessa menntun að það bara að njóta þess sem það hefur og bara aðra þjóðir að njóta hæfileika þeirra og þetta er hreint og beint sorglegt og það alveg ömurlegt að á Alþingi skyldu menn ekki geta sameinast það, þetta verður aldrei sammála en það fullkomlega útiloka annað en ef við verið pólitísku vilji fyrir því á þessum tíma að menn hefur geta verið farið á stað með ákveðna þætti sem allir gætu verið sammálum og því að það hlýtur að vera af öllum þessum kostum ef við segjum að þeir séu 100% að það sé eitthvað 20% sem allir geta sæst á ef að menn ætla sér þá og fara í þá vinnu og það versta að við erum búin að missa af þó nokkuð mikið að tekja það fullt af skipum sem er búin að sigla framhjá strax eftir hrunið þá voru mikið aðilum sem vildu fjárfesta hérna en út af slæmu efnahagsástandi annars staðar í heiminum að þá hefur þessum tækifærum fækkað þýðir það að þau sé ekki lengur til staðar? Nei, það þýðir það ekki. Þýðir ekki að við sé ekki tækifæri hér? Jú, það fullt tækifæri hér bæði hvað þetta varðar og á ýmsum öðrum sviðum en við þurfum þá gjörbreytta pólitíska forystu í okkar góða land. Mér langar kannski að bæta við þetta Yngvi að því ég veit ekki hversu fólk endilega inn í þessu konsepti rammaáætlun að það búið að tala svo lengi þetta og þá held ég að þessi rétt að halda þetta til haga að þessi rammaáætlun fara út í þetta er bara þingsályktunartillaga þetta ekki rétt hjá mig, þetta ekki frumvarp þetta er þingsályktunartillaga rammaáætlun í þessum málum sem að menn komið sér saman og stjórnarandstaðan að setja fram til þess að mynda ná breiðri samstöðu þessar virkjanir eða virkjunarmöguleika í framtíðin til langs tíma. Það ekki verið að gefa neitt leyfi fyrir neinu virkjunum með þessu í þessari rammaáætlun en neitt svoleiðis. Það bara verið að skipta virkjunarkostum í vænlega virkjunarkosti, eitthvað sem fyrir biðstöður og annað eitthvað sem menn vilja alls ekki virkja og vilja vernda út frá ýmsum ástæðum. Og
þess vegna svo undarlegt að því það er svo margir búin að koma þessari vinnu, fagaðilar eins og það kallað og sérfræðingar við umhverfisverndar og virkjunarmála og ýmsum áttum. Það svo undarlegt að það skuli ekki vera og stefnir í sem sagt af hálfu ríkisstjórnarinnar að það eigi ekki að fara eftir neinum ábendingum frá þessum aðilum sem hafa bent á það að virkjanir sem eru, eða svona virkjunum möguleikar sem eru eiginlega komin á teiknum og væri hægt að fara í að þeir verði settir, ríkisstjórnin vil setja það í biðflokk í staðinn fyrir þennan nýtingarflokk og ég bara árétta það að jafnvel þótt að eitthvað sem komið sett í nýtingarflokk þarna þá ekki bara að gefa leyfi fyrir því, það þarf samt að fá leyfi og fara í þann prósess allar. Heldur þetta einmitt eins og menn hafa svolítið verið að kalla eftir, að þarna verða að búa til einhverja framtíðarsýn til langs tíma. Þannig að menn svona geti, þú veist kannski fara að ræða þá einstaka virkjanir sérstaklega. En menn virðast bara ekki alltaf að gefa til þess. Þessi raunin sko, þetta ekki bara að menn hafi hlustað einhverja fagaðila, það búið að fjárfesta í miljónum, í rannsóknum og öðru slíku, þetta búið gríðarlegur kostnaður. Og bara svona til þess að einfalda ef að menn til dæmis vildi skoða það hvort Elliðaárna væri vænlegur kostur, að þá væri það örugglega svona þokkalega arðbært, fengi hátt í þeim flokki, en fengi nú væntanlega algjör að falla einhver þegar kemur að því varðandi sko umhverfisþættinu því að það væri nú engi sátt það, bara svona til að taka einfalt dæmi. En þetta búið að vera tími, þetta búið gríðarlegir fjármunir og til þess gert að umræðan væri málefnalegri, til þess gert að það yrði hægt að ná sáttum ákveðna hluti á faglegum forsendum eins og hægt en vinstristjórnin hún búin að gera allt til að eyðileggja þetta starf. En hvernig metur það Guðlaugur, maður spurði hans hérna bara að því að þú ert nú niður á þingi og við náttúrulega hinn höfum ekkert kannski puttan á púlsinum í því. Sko það samt skynja ég það að það sé sko óánægja manna á milli í ríkisstjórnarflokkunum og maður svona einhvern veginn hefur á tilfinningunum þetta lykti af einhverjum hrossakaupum sko núna, þú veist, afstæða manna til þessar rammaáætlunar. Ég held að sko það sem gerist það að þetta fólk sem að fara í kosningarnar í framboð í vinstriflokkunum, þeir finna fyrir óánægjuna hjá fólkinu og það áhugavert ef við skoðum til dæmis útkomun hjá Samfylkingunni að þeim gengur best sem hefur verið hvað mest á móti Jóhönnu Sigurðardóttur. Þessu hefur verið haldið öllu niður í jafnvel þó að menn hafi verið gífuryrtinu það að það eru komið atvinnumál á stað og svo framvegis að það er ekki komin eitt út úr því. Þannig að það sem gerist núna er það að kosningarnar munu hafa áhrif, hvað það mun þýða. Ég myndi ætla að það eru meiri líkur á því að einhver svona vinna yrði samþykkt eða menn myndi á stöðum að nýta eitthvað af því sem til staðar en það svolítið seint í rassinn gripið. En fyrir okkur sem að sko horfum á þetta út frá augum atvinnulífsins og nauðsyn þess að það komist af stað þá þetta allt hinn mesta sorgarsaga að verða og þetta nú bara eitt af þessum málum sem að heldur kerfin í heild sinni í þessari óvissu og svona frosti sem þar þetta bara sko til dæmis það að klára rammaáætlunina og ef við horfum á hana í þeim búningi sem hún kom inn til ráðherrana þá þetta svona hluti af þeim grundvelli sem þarf til að byggja á sko framtíðar atvinnu, verðmætasköpun og atvinnu og við þurfum að því við ræddum launanáðningu, hvaða svigrúm til launahækkana, þá verður ekkert svigrúm til launahækkana nema hér verði hagvöxtur og hagvöxturinn verður ekkert nema við getum framleitt einhver verðmæti úr því sem að landið gefur okkur. Ein spurning, Bergþór, athafnamaður og sjálfstæðisflokkur, við teljum okkur allavega þeir sem skipa þann flokk, telja okkur vera hreint atvinnuvegum eins og við erum öll búin að tala. Það sem hann gerur skvítunni til dæmis á Bakka, á Húsavík og ég held að allir landsmenn eða flestir landsmenn séu hlynntir því að nýtingin á orkunni sem í jörðu fyrir norðan hún nýtist fyrir norðan en það fylgir svo gott skamriði að ef á að fara að byggja upp stóriðju á Bakka að þá þarf að setja 1,5 milljarð í vegagerð frá Bakka og niður á höfnun í Húsavík og það þarf að setja 2 milljarða í hafnarmannvirki. Þannig að sé aðstæða fyrir skipin sem koma til að flytja afurðirnar frá þessari stóriðju út og það er kallað eftir því að ríkisvaldið fjármagni þegar bæði hafnargerðina og vegaframkvæmdir. Þetta 3,5 milljarður réttlætanlegt upp á framtíðina að ríkið eða skattborgarar komi að því
að leggja svo stórar upphæðir til þess að gera það mögulegt að fyrirtæki kaupi orku sem á að virkja úr djúpum Þeistareykja og Bjarnarfljóts. Það má þetta útfæra þetta á ýmsa vegu, til dæmis ef við tökum dæmi hérna á suðvesturhorninu þá ef ég man rétt, þá á Rio Tinto, eins og það heitir í dag, semst álverið í Straumsvík, held ég eigi Hafnarmannvirkin í Straumsvík. Á Grundartanga þá þetta semsagt með hinum hættinu, ríkið hefur haft aðkomu uppbyggingu þar. Við sjáum til dæmis fyrir Akranes og Borgarnessvæðið, Hvalfjörðin, hérna áhrifin sem Grundartangi hefur haft á þessar byggðir. Sko ef að, til dæmis ég byggð ekki í ástandið á Akranesi núna ef að Grundartanga nyti ekki við. Og ég held að þetta muni að miklu leyti verða þróunin gagnvart svæðin í kringum Bakka. Þetta eru gríðarleg tækifæri sem í þessu felast og það nú að þannig að ríkið semsagt heldur á þessari uppbyggingu samgöngumannvirkja, hafna og flugvalla landið allt og ég held að þessum fjármunum verði vel varið því að þetta mun gagnast samfélaginu öllu komist þessi verðmætasköpun á stað þarna. Ég held að það eflaust hægt að setjast niður og semja á þeim nótum að þeir sem þarna standi í framkvæmdum í framtíðinni beri einhvern annan hlut af þessu heldur en í dag áætlað, en ég held að það sé síðari tíma úrlausnarefni. En réttlætanlegt að leggja í þessar, ef þið opinbera leggja í þennan kostnað, já ég held það. En ég held að jafnframt þá Guðlaugur kannski kemur inn á það, en gert ráð fyrir útgjöldum í þessa veru í þeim, til dæmis þeim frumvörpum sem nú liggja fyrir. Ég held að það sé ágætis leið til þess að lesa inn í, mér þótti nú hálf snauðleg svörin hjá forsætisráðherra í gær þegar Sigmundur Davíð og Bjarni reyndu að þýðka það hver afstaða ríkisstjórnarinnar væri til þessara framkvæmda, en ég held að það hljóta að vera hægt að lesa eitthvað í afstöðuna bara út frá þeim gögnum sem nú liggja fyrir og hvaða fjármunir búið áætla í uppbyggingu þarna á svæðinu. Nei, það ekki gert ráð fyrir neinu þessu og þess vegna voru nú þeir að spyrja hana þetta því að þetta ennþá bara svona tal, en ég myndi nú og talandi vegaframkvæmdir, ég myndi nú ætla það að þegar við erum að tala vegaframkvæmdir þar að þarna hefði þessi hlut nú vera í forgang fram með til dæmis maður þarf nú ekki að segja vaðlega göngin því að þetta svo sannarlega skapar verðmæti ef þetta kemst á laggirnar sem vonum að verði og þá sé ég tækinu undir það að það væri nú æskilegt að þessi aðilar sem að byggja þarna upp að þeir myndu eiga hafnarmannvirkin á þess að vera búin að skoða það neitt sérstaklega. Sami ég hef bara ekki skoðað það. Já, af því að ég verð bara viðurkenna að ég ekki sérfræðingur í eða ekki búin að skoða vel hvað þessu snýr, en þetta náttúrulega svolítið sérstakt að þetta sé verið að koma upp núna. Við erum búin að heyra og tala Bakka núna í mörg ár og við erum ekki komið lengra en það að það ennþá verið að spyrja forsætisráðherra út í þetta og hún getur engu svarað. En því að auðvitað þannig að mannvirki, hvort sem eru samgöngumannvirki, annars líkt að alla jafna þá nýtast með þau öllum, en við þurfum auðvitað að forgangsraða í þá veru að við séum að koma hér verðmætasköpun á stað og hjólum atvinnulífs á stað og ég hefði viljað sjá að við værum fyrir löngu komið áætlun þessa þætti, nema menn hafi kannski bara í fullur alvöru aldrei ætla sér að setja eina atvinnustarfsemi á stað á Bakka. Það má vel vera að það sé og kannski það þannig og það það alvarlegasta í málinu ef að svo Bara aðeins að bæta inn í þetta að uppbyggingin sem fyrirhugaður á Bakka og í rauninni öll önnur verkefni, þetta allt hlutað þessu sama verkefna. Við þurfum að baka stærri köku í staðinn fyrir að vera sífellt að skera hana í þynnri sneiðar eins og núverandi ríkisstjórn ætlar sér. Og þetta verðmætasköpunin, hún skiptir máli fyrir okkur öll, alveg sama hvort hún á sér stað á Grundartanga, á stóriðjusvæðinu þar, á Bakka eða í sjávarútveginn með hvað sem Þetta styður allt við öll hin verkefni sem við viljum íta áfram, hvort sem það eru skattalækkanir, einhver uppbygging eða hvað eina sem Ég rétt að ég þora að opna stjórnarskrármálið þess að tíminn að fljúga frá okkur. Ég bara spyr ykkur, Sigríður og Bergþór og okkur, þessi stjórnarskrárbreyting sem að núna á að fara að keyra í gegnum þingið og láta þjóðir að kjósa þetta óska stjórnarskrárdrög vinstri manna eða þetta stjórnarskrá fyrir alla Íslendinga? Halda þetta til haga þetta ekki stjórnarskrárbreyting Það hér verið að leggja til að kasta stjórnarskránni okkar og setja nýja og þetta bara einn liður í þeirri niðurrif starfsemi sem að þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir gagnvart réttaríkinu, myndi ég segja í þessu máli.
með þetta mál og mér hugnast ekki þessi tillaga, mér hugnast ekki þessa tillögu stjórnlagaráðs. Ég segi, sko, það er sjálfsagt og trúlega eðlilegt að endurskoða stjórnarskrána okkar, bara í ljósi breyttra tíma mögulega og annað slíkt. En á þessum forsendum, þeim forsendum sem lagt var upp með þessa breytingu og í ljósi niðurstöðunar, þá leggst ég algjörlega gegn þessu og ég held að þetta sé þetta stefnir í ofboðslega líka lélega vinnu, illa unna inn á Alþingi með þessi drög. Mér sýnist það bara. Ég skrifaði það nú í blaðagrein sem birtist í Mogganum fyrir nokkru síðan að ég reiknaði með því að vinna stjórnlagaráðs yrði á endanum Íslandsmet í tímasóun og skoður mín alveg óbreytt og ég í rauninni vona að þetta fari í öllum meginatriðum í þann farveg því að mér sýnist plaggi sem nú liggur fyrir vera algjörlega ótækt og það er svo margt sem að því að þátturinn endist örugglega ekki til þess að ræða það inn detail en ég held að menn ættu bara að koma málinu í þann farveg að það ég held að sé breið sátt að skoða ýmislegt í núverandi stjórnarskrá og þá bara setja það í forsvaranlega farveg, vinna það af einhverju yfirvegun og skynsemi og ýta þessu plaggi sem nú liggur fyrir bara til hliðar í heild sinni. Guðlaugur, eindreginn innan gæsalappa brota vilji þessara ríkisstjórnar að keyra stjórnarskrárbreytingar eða nýja stjórnarskrár, hvað sem við viljum kalla það, í gegnum þingi kom Helen High Water? Sko, þetta mál allt saman dæmum það að hér hefur gjörsamlega mistekist að ná fram sátt breytingar sem ég held að flestir vilji. En þess í stað þá þetta svona pólitísk hráskinnaleik og það einbeittur brot að vilja láta draga alla frá öðrum hlutum og láta snúast þetta. Þannig að það sé hægt að segja það að þeir sem komið varnarorð að þeir séu að reyna að eyðileggja það að þessi komin í stjórnarskrá að það sé neitt útskýrt hvað það felur í sér og það alveg rétt að vinnan á þinginu mjög slök. Ég heldur samt aðeins að ég var að hugsa það að fólk sem að horfa okkur hér og að fylgjast með okkur ræða atvinnumálum að við séum bara ræða hérna eina tegund atvinnustarfsemi, þar að segja stóriðina og orkuvinnsluna. Sko það á öllum sviðum atvinnulífinu gert erfitt fyrir, hvort sem að það hátækni fyrirtækin eða hvað það með allra handa reglum sem að takmarka það bæði erlenda fjárfestingu og líka það erlendir aðilar geti unni með íslenskum aðilum og ég vil bara að það komi fram, við erum ekki bara að hugsa þarna orkuvinnsluna, við erum að hugsa alla hluti, við hins vegar erum ekki hér held í öll sem við borðið og líka þáttastjórn þannig að við teljum að við getum ákveðið það hvað hver og einn á að gera. Það heitir ríkisforsjá. Við viljum bara skapa aðstæðurnar og það mjög mikið sem þarf að gera til þess að við getum nýtt tækifæri hér og það verður ekki gert undir forystu vinstriflokkana. Bergþór Ólason, Sigurður Randi, gangi ykkur öllum vel á morgun og vonandi verðið þið valin til öflugra starfa fyrir þennan flokk sem að það mun hvíla á hans herðum og með hvernig sem að minnur að breyta afstöðunni til atvinnulífsins og opna það og örva til frekari fjárfestinga. Takk fyrir í dag. Ég verð hérna á þriðjudaginn að það verða hjá mér Ingvar Kristinsson í fyrri hluta þáttarins og Jafet Ólafsson í seinni hluta þáttarins. Skoðum þessa vaxtahækkun og skoðum hvernig hlutirnir blasa við atvinnulífinu og fyrirtækjunum í landinu. Akkurat núna þegar nóvember að ljúka og jólamánuðurinn að byrja. Takk fyrir í dag, góða helgi.